Söngkonan og listamaðurinn Fríða Dís Guðmundsdóttir með myndlistarsýningu í stofunni í Dús safnahúsum en sýningin sem ber heitið Próf Tests opnaði á ljósanótt. Sýningin inniheldur 57 verk en hvert verkanna stækkaður rammi af ólituprófi sem stendur fyrir hvern mánuð í því 57 mánaða ferli sem það tók Fríðu Dís að verða ófrísk. Hún segir mikilvægt að opna umræðuna þessi málefni en hún og maðurinn hennar, Þorsteinn Súrmeli, upplifðu það á ferlinu að erfiðleikar við barneignir væru tabú umræðefni. Dagur Súrmeli kom svo í heiminn fyrir 3 mánuðum síðan og dafnar vel. Ég fékk hugmyndina að þessari sýningu 2013 og þá vorum við búin að vera að reyna í 1,5 ár og ég var samt ekkert viss að ég myndi vilja opna mig á þennan hátt en sýningin var alltaf að gera vart við sig í huga mér og svo var ég stödd á listasýningu í París með verkum frá Frida Kahlo og þar lítið verk sem heitir Henry Ford Hospital og sýnir hana í blóði sínu í sjúkrahúsrúmi eftir fósturmissi og verkið snarfniði svo ótrúlega djúpt og þá áttaði ég mig á því að listasýningin sem ég var með í huga væri kannski svolítið stærri heldur en ótti minn við gagnrýni og afhjúpun. Hún gæti kannski hjálpað einhverjum öðrum eins og verkið hennar Fríðu hjálpaði mér. Fenguð einhverja skýringu á því af hverju þið gætuð ekki eignast börn? Þegar við vorum búin að reyna í rúmt ár að þá kemur í ljós að ég með endómetríósu og það var svolítið skellur því að þá þetta orðið einhver vandamál og ég fór að drekka í mig allan fróðleik sem ég fann á internetinu endómetríósu og komst að þeirri staðreynd að 40% kvenna sem greinast með endómetríósu að glíma við einhvers konar ófrjósemi og það var svolítið erfitt að vita en aftur á móti ljósi punkturinn að konur sem með endómetríósu að glasafrjóvgun hefur hentað þeim mjög vel. Þannig að við ákváðum svolítið þá að ef þetta myndi ekki ganga upp á einhverju tímapunkti þá myndum við skoða þá leið sem við svo gerðum. Og það gekk upp eftir einhverjar glasameðferðir, það ekki? Jú, það gekk upp í 7. sinn sem var settur upp fósturvísir og varð á honum fallega degi sem við eigum nú 3 mánuði í dag. Hvernig gengur með hann? Alveg rosalega vel. Hann algjör draumur. Af hverju ákvaðstu að opna umræðuna þetta? Ég man allavega þegar við erum að reyna og í hvert sinn sem að það viðtal við einhvern eða einhver sem að tala ófrjósemi að þá bara lásum við að spjalda á milli fram og tilbaka og það veitti okkur ótrúlega mikla von og bara að vita að maður ekki einn í þessu. Og það var kannski það sem kom okkur mest á óvart. Við vorum búin að vera að reyna í mörg ár og vorum ekkert að tala þetta. En svo loks þegar við förum að opna okkur við vini okkar og þá kemur í ljós að það bara fleiri í okkar vinahópi sem að díla við það nákvæmlega sama og það ótrúlega gott að finna styrk í því. Kannski fólk þorir af einhverjum ástæðum ekkert að tala þetta? Einmitt, sem maður skilur það líka ótrúlega vel því að það ótrúlega mikið sorg sem fylgir þessu. Og maður kannski veit ekki bestu leiðina til að tala þetta en við verðum að reyna að finna einhverja leiðir. Hvernig var svo tilfinningin þegar 57. ólituprófið reyndist jákvætt? Það eiginlega bara, það ólýsanleg tilfinning. Það eitthvað sem ég endurupplifi aftur og aftur. Og já, við hjónunum við rifum upp fyrir eiginlega hverjum einasta degi. Þetta var alveg stórkostleg upplifun en aftur á móti var líka mikil hræðsla á meðgöngunni að þetta virkilega satt en við erum svo ótrúlega lánsöm að þetta gekk upp hjá okkur í fyrsta sinn sem við erum ófrísk. Það þó að myndirnar séu svona keimlíkar þá sagan á bakvið hverju eina öðruvísi. Það svona ákveðna myndir sem erfiðari kannski heldur en aðrar og þessi veggur hérna kannski einna erfiðasti. Það var hérna í apríl 2016 sem við kláruðum fyrstu fósturvísan okkar, fyrstu meðferðina og fengum 8 fósturvísa sem
ýmist fóru upp eða lifðu ekki af frystingu og það var rosalega mikill skellur. Þá einhvern veginn vorum við búin í meðferð og vorum eiginlega bara á núllpunkti aftur komin á sama stað. Og þá ákveðum við ásamt læknunum okkar Ingunni Jónsdóttur hjá IFFF að fara í blæðingastopp og það felst í því að fara á pilluna slitlaust sem alveg stórkostlega mikil þversögn sem felst í því að vera á pillunni en að vera að reyna að eignast börn. En það er bara til að róa bólgunar í maganum. Og svo aftur í júlí 2016 þá fáum við alveg hörmulega fréttir þegar að tengdamóðir mín, mamma Steina, greinist með krabbamein. Og stuttu eftir það þá ákveðum við að byrja nýja meðferð og halda í vonina að við getum eignast barn. Og við byrjum aftur í meðferð í ágúst, fáum símtal eftir að við vorum búin að panta tíma. Við héldum að það væri 6 mánaða bið út af flutningum, þegar IFFF klíningum keypti Artmedica. En þar sem við vorum í blæðingastoppi þá gátum við byrjað strax þegar að einn datt út. Og við ákvaðum bara að skella okkur á það og við þurftum þá bara að byrja í lyfjameðferð daginn eftir og við bara ok, við gerum þetta. Og sem betur fer. Og við verðum ófrísk í 5. október tökum við prófið. Og meðgangan er erfið, við erum að díla við stórt áfall og svo er það í apríl 2017 sem að tengdamóðir mín fellur frá. En þá eru 2 mánuðir þangað til að Dagur fæðist. En við vorum ótrúlega mikið saman á meðgöngunni og hann fékk að finna fyrir nærveru hennar og við erum þess alveg viss að þau hafi mæst á miðri leið.